Já, mér langar að deila með ykkur sögu eða vitnisburði sem að ég rakst á. En hún ber yfirskriftina Töfralæknirinn. Marta, hvað er það fyrsta sem þú vilt gera þegar þú kemur til himna? Marta hafði greinilega hugsað spurningu mína löngu áður en ég spurði hana. Í stað þess að horfa á mig og svara, leit Marta upp, langt út fyrir toppinn á háu kassjóhnetutrjánum, eins og hún horfði á skýin streyma fram hjá mósambísku himni. Svo brosti hún, hallaði sig fram og byrjaði að tala ákaft á tungumálinu sínu, kankana. Marta sat á skærlituðum kapúlana dúk og vann með öðrum þorpskonum við að afhýða núverandi uppskeru af jarðhnetum. Þetta var heilmikil veisla. Hver kona sagði villtar fjölskyldu sögur. Allir hlógu glaðir að hinum þekktu púnslínum. Mér hafði verið boðið að vera með konan vegna þess að konan mín, hún Brenda, hafði hringt í mig til að heyra Mörtu endursegja eina af uppáhaldssögunum sínum. Fyrir mörgum árum, en þannig hófst sagan, hafði Marta, sem hafði verið þorpslæknirinn eða töfralæknirinn, andagræðari, orðið ástfangin af Jesú og orðið fagnaði boðberi þorpsins. Það hafði byrjað allt með draumi, einum af mörgum draumum sem Marta upplifði þegar hún vann með öndunum sem töfralæknir, við að finna réttu drykkina og lækninguna við vandamálum og lækningu nágranna sinna. Lækningar hennar virkuðu og fólkið borgaði vel. Andarnir höfðu veitt henni gott líf svo gott að hún var jafnvel farin að safna pening til að kaupa bíl. Ef hún ætti pallbíl, þá myndi það gera hana mikilvægustu manneskjunni í þorpinu. En það var heimskulegt. Hún vissi það. Sérstaklega það sem það var ekki einu sinni vegur til þorpsins hennar, bara breiður kúastígur. Marta, Marta, háva rödd kallaði nafnið hennar og bauð hennar stíga út fyrir kofann sinn. Hún smeygði sér undan sænginni, opnaði hurðina og gægðist út. Þarna beint fyrir framan kofan hennar, við hliðina á enga eldhúsinu hennar, var glænýr, hvítur 4 dyra 4-hjóladrifinn Toyota pallbíll. Marta hljópa vörubílnum, snerti hann til að vera vissum að hann væri raunverulegur. Gekk svo allt í kringum hann, klappaði á skærhvítum málninguna, horfði á ljósin, stuðarana, framrúðuna og lógóin. Með semingi, eins og hún væri hrædd að þetta gæti ekki verið satt, teygði hún sig í handfang bílstjóra hurðarinnar. Hurðin opnaðist og fyrir framan hana sá hún lykla dingla í kveiki rofanum. Eftir augnablik sat hún og fann fyrir kraftmikilli vél nýja pallbíls hennar. Hún keyrði þorpið og reyndi að vekja ekki nágranna sína. Síðan byrjaði hún að keyra upp, fyrir ofan kassjótrén, fyrir ofan mangó í gegnum skýin, í gegnum stjörnurnar, alveg að steinveggjum risastórar himneskrar borgar. Langt fyrir ofan litla þorpið hennar Mokopane í Mósambík. Hún leit út hliðargluggann, kannski til að sjá hvort einhver fylgdist með henni. Þegar hún horfði aftur í gegnum framrúðuna, sá hún að hún var á hraðri leið í átt að hliði hræðilegra steinborgar sem hékk meðal stjarnanna á himnum. Marta sneri við stýrinu og ók að aðalhliði borgarinnar, en það var lokað. Hún fór út úr pallbílnum sínum og barði á hurðina til að komast inn, en það var aðeins þögn. Hún hrópaði nógu hátt til að allir innandyra gætu heyrt rödd hennar, en hliðið var lokað fyrir töfralækninu frá Mokopane. Svo vaknaði hún, hrópandi og rennandi sveitt í eigin kofa. Marta lá lengi kyrr. Hún var vön því að andarnir gáfu henni skrýtna og brjálaða drauma, en þetta hafði verið eitthvað öðruvísi.
Í þetta skipti virtist draumurinn fylltur von. Hún vissi að hún yrði að finna leið til að komast aftur upp í himnesku borgina. En hún hafði ekki hugmynd hvernig hún ætti að komast þangað og opna dyrnar. Svo Marta, andagræðarinn sem var vön að hjálpa öðrum að finna svör, fór að biðja alla hjálp. Enginn vissi neitt risastóra steinborg á himni. Svo eitt síðdegið minntist einhver á að bóndi í Múkapane gæti vita sannleikann borgin á himni. Það var nóg fyrir Mörtu. Svo andagræðarinn, töfralæknir þorpsins, setti mat í körfu og ákvað að ganga óhreina stíginn í átt að fjarlægum kofum Múkapane. Ef ég bara finn lykilinn að borginni, muldraði hún með sjálfri sér þegar hún gekk. Það sem hún fann var hópur manna að rannsaka kristnu biblíuna, biðja til manns að nafni Jesú, tilbiðja á laugardegi og markmiði var að ganga til liðs við frelsaran í risastóri himneskri borg hans. Hún hlustaði, lærði með nýjum vinum sínum og varð ástfangin af Jesú. Heima kom draumurinn aftur. Í þetta skiptið var hún tilbúin þegar röddin kallaði nafn hennar. Marta, Marta. Hún hljóp út, stökk inn í hvíta Toyota pallbílinn og tók stefnuna beint upp fyrir kassjónhetturnar og mangóið, aftur til steinborgarinnar miklu á himni. Í kvöld var hliðið opið, en það var lokað af öflugum risa með stórar axlir, krosslagða handleggi og mjög slæmt augnatillit. En orð hans voru skýr. Þú verður að yfirgefa gamla lífi sem töfralæknir, eyðileggja öll töfraverkfærin þín og kenna nágrönnum þínum Jesú og himneska borg hans. Marta sneri vörubílnum við, steig þétt á bensíngjöfina og ók beint heim til Múkapane. Hún hljóp inn í kofann sinn, safnaði öllu töfradótinu sínu og dró það út í eldgryfjuna. Hún kveikti eld og kynnti vel undir eldi sínum og kastaði síðan verndargripum, beinum og uppáhaldsgoðanum sínum í logan. Hún brendi meira að segja peningana sem hún hafði verið að safna fyrir vörubíl. Þetta eru slæmir peningar, hugsaði Marta, og ég þarf engan vörubíl til að komast til himna. Allir í þorpinu heyrðu lætin og stóðu undrandi í kringum eldin. Morguninn stofnaði Marta, Jesús söfnuð í Múkapane í Mósambík. Þau hittust við hliðina á eldhólfinni hennar undir hæsta kassjónhettutré þorpsins. Lærðu saman nokkra biblíu síður og aðal áherslan var himnaríki. Marta, hvað er það fyrsta sem þú vilt gera þegar þú kemur til himna? Ég skal segja þér hvað ég vil gera þegar ég kem heim til himna. Hrukkurnar í andliti Mörtu urðu skýrari þegar hún brosti gleði brosi. Mig langar í langan göngutúr með Jesú. Ég vil halda í hönd hans. Ég vil hlusta á rödd hans. Ég vil horfa í augu hans og ég vil segja við hann: þakka þér fyrir að elska þennan töfralækni, andagræðara og umbreyta honum í fagnaðar boðbera. Þegar Marta lauk sögu sinni fylltist loftið í Múkapane af háværum hósanas. Mér varst þetta yndisleg sagavinir að því að þetta sýnir bara Guð allstaðar á störfum og hann snerti við öllum. Þetta var kona bara á kafi í einhverjum töfrum og andakukli, en Guð snerti við öllum. Og hann hefur snert við okkur öllum og þess vegna erum við hér. Og við erum að boða þeim sem þarna úti í gegnum útvarpið okkar. Bara lofsi Guði að Guð gaf okkur þetta tækifæri og þetta útvarp að mega boða til íslensku þjóðarinnar. Takk ykkur fyrir.